Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla um lækna koltið, læknakoltið og valdstjórnina og þetta sem er mjög heitt málefni akkurat núna. Og það lítur svolítið þannig út fyrir mér að íslenska valdstjórnin, lækna samfélagið og fræða samfélagið sé að gæla við glæpi gegn mannkyni á Íslandi. Það lítur svolítið þannig út fyrir mér og mun ég rökstyðja það hér. Sko, ég ætla að byrja á því að segja ykkur sorgarfrétt sem að þið takið eftir að íslenski fjölmiðlar fjalla ekki um. Ég hef ekki séð þetta í íslensku fjölmiðlum, endilega leiðrétti mig ef að það er rangt hjá mér. En hérna er frétt frá The Telegraph um að 36 börn hafi látist út af mislinga bóluefni. 36 börn dóu mjög fljótt eftir að þeir fengu bóluefnið. Þetta er frétt frá The Telegraph og þið takið náttúrulega fjölmiðla sem ég birti hér með öllum þeim fyrirvara sem að við setjum við alla fjölmiðla og alla þá fyrirvara sem við setjum við það sem ég segi. Eina sem ég er að gera er að ég er að deila því sem ég sé og það sem ég held um það sem ég sé. Og þið verðið sjálf að rannsaka fyrir ykkur og komast að ykkar eigin niðurstöðum. Það er ekki í mínu verkaring að taka ákvarðanir fyrir ykkar líf. En undan þá var ég komin yfir í hinn hópinn sem er að gæla við glæpi gegn mannkyni. En ég ætla að byrja aðeins á íslenskum fréttum. Aldarafmæli Háskóla Íslands, Björn Sigurðsson, læknir og ævistarf hans. Og ég vil benda ykkur á, og við kannumst við þessa konu hér, hún er alltaf annars slagið með í þessar umræðu um bóluefni, að þessi stofnun eða þessi staða í háskólanum var með stórum Rockefeller styrk, fékkst til þessara 9 talrunastöðar með því skilur að Björn Sigurðsson yrði þar forstöðumaður til æviloka eða svo lengi sem þetta var í gangi. Og ég vísa í mjög góða vel unnin þátt með honum Corbett og og þið sjáuð á heimasíðan hans, þar getið þið séð allar heimildir að baki þessu vídeói og hvað hann er að pæla. Hann er að benda á að Rockefeller, svona starfshætti Rockefeller læknavísindana, sem eru þessi læknavísindi sem eru stunduð á Íslandi, og það sjáuð einfallega á þessari frétt sem ég var að benda ykkur á áðan, að krumlur Rockefellers eru allt íslenska læknafárið. Og það er eitthvað mikið í gangi með þetta. Við vitum að Rockefeller hefur tjáð sig um eugenics eða svona þjóðerni, eða að drepa fólk til þess að bara halda fólksfjölgun niðri eða alls konar pælingar í kringu það. Og ég hef margoft deilt því vídeo áður og það kemur líka fram held ég örugglega í vídeóun hans Corbett. En við munum öll umræðuna um Dr. Andrew Wakefield. Hann átt að hafa verið mist læknaleyfið og átt að hafa falsað rannsóknir og ég veit ekki hvað og hvað. Og í þessu merkilega viðtali þá tjáir hann sína hlið á málinu og hann hefur ekki getað tjáð sig. Það er hann í rauðu skyrtunni, það er Dr. Andrew Wakefield,
og þetta er doktor Mercola. Ég er ekkert samanallir sem að Mercola að spá, en hérna viðtali við þennan mann sem alltaf vitnað í og sagt að því að þessi maður átti að hafa falsað eitthvað þá séu bóluefni hættulaus, en það ekki rétt að hann hafi falsað eitthvað. Það eru ásakanir sem hann hefur nekt, og hann útskýri mjög vel í þessu myndbandi hvernig lygaflækja læknamafían að bjóða ykkur upp á. Og það annar læknir sem ég hef mjög vitnað í, sem Russell Brand, og ég hef hlustað á þá báða í detail, og hérna vídeó með Dr. Russell Blaylock Dr. Russell Blaylock. Hérna fjallar bóluefni og eitranir þeim tengdum, og ég mun setja linka af þessum vídeóum hér undir. Að eftir að hafa hort á það báða og hlustað á það báða og velt upp þeirri spurningu af hverju Andrew Wakefield varð fyrir þessu nornaveiðum, þá hlustaði ég á það báða svolítið með því hugafari að velta því fyrir mér af hverju varð Wakefield fyrir nornaveiðum. Russell Blaylock hefur nú ekki sloppið, það hefur ekki verið ráðist eins gegn honum, en það eru einhverjir að ráðast gegn honum, en Andrew var tekin alveg í karphúsi sko. Og það sem sameiginlegt með því sem þeir báðir að segja, þeir að segja að rannsóknir á bóluefnum séu mjög gallaðar og jaðri við vítavert gáleysi, glæpsamlegt gáleysi. Og það sem þeir benda á að það hefur aldrei verið gerð rannsókn á heildar áhrifum bóluefna. Og Dr. Andrew Wakefield segir hann talar það þessu viðtölu að hann hafi gert slíka rannsókn, og þið getur hlusta á hann bara dítalarna í því, og hann segir að þú tekur það einhver apar sem eru líkastir okkur, ef þú tekur þessa apa frá fæðingu, því að þið vitið að þeir vilja bólusetja börn frá fæðingu, og þú bólusetur þessa apa eftir prógraminu sem að verður að setja börnin í gegnum, þá færðu alveg hræðilega niðurstöður. Og þetta það sem að lyfja iðnaðurinn eða þessi lækna kult hefur ekki gert. Og við vitum að þessar rannsóknir á bóluefnum eru flest, eða mjög mörg að þeim að fara í gegnum svo kallan fast track, sem þýðir að þessi bóluefni eru bara rannsókuð í örstuttan tíma, bara jafnvel nokkrar vikur, og svo þeim bara dælt í fólk. Og þetta brot á því sem kallað það kallað Nuremberg Code, Nuremberg Code, og það á þessum niðurstöðum þessara réttarhalda sem ég segi að lækna kvöldið og valdstjórnin á Íslandi að gæla við glæpi gegn mannkyni, að það hefur verið dæmt áður að þessi starfsemi eru glæpir gegn mannkyni. Og það þessi setning hérna, að til að framkvæma rannsóknir eða taka áhættu með líf sjúklinga, það þarf að vera absolútli á hreinu að það sé það sem þeir kalla upplýst samþykki, að allar upplýsingar, þú fáir allar upplýsingar hættuna sem þú tekur þátt í þessu rannsóknum. Og í Þýskalandi þá
voru þetta voru þessi réttarhöld yfir læknum og allir það sem þeir voru að gera, þessi læknar í Þýskalandi, var allt saman löglegt. Þeir brutu aldrei lög landsins. Og þið getur farið yfir þetta, listi yfir þá lækna sem voru þarna á störfum, og þeir voru dæmdir til dauða, mjög margir af þeim, og í löng fangelsi, og þeir voru hengdir, þessir sem voru dæmdir til dauða. Það var gert 2. júní 1948 og þannig að ef að menn ætla að fara að segja að allir læknar í Þýskalandi hafi verið fávitar á þessum tíma, þá hugsiði að þetta voru margir hverjir færustu læknar heims á þessum tíma. Og það sem að kemur fyrir lækna er þessi fjöldamorð undir pælingum eugenic eða að hreinsa út óæskilegt fólk. Og við náttúrulega, það er ekki allir glæpir nákvæmlega eins, en þið getur hort á myndbandið mitt T8, og til þess að rugla fólk þá var gefin út skipun T4 og hún var unnin í samstarfi við lækna og geðlækna og þetta var þetta spratt fram úr læknasamfélaginu, og að sjálfsögðu voru margir í pólitíkinni mjög spenntir fyrir þessum pælingum líka. Og er þessi Karl Brandt sem var fenginn til þess að gera þetta, og hann var Karl Brandt já, hann var dæmdur til dauða. Hann var fenginn til þess að framfylgja þessari T4 áætlun, og þeir voru mikið að drepa börn, killing of children. Það virtist ekki skiptað á neinu máli, og þið áttið ykkur á því að þetta fólk voru læknar. Þetta var upphugsað af læknum, þetta var framkvæmt með lögum, þetta var allt saman löglegt. Reyndar gengu læknarnir mun lengra heldur en þeir fengu lagaheimild fyrir, er sagt, en og það það sem að virðist vera í gangi er að þessi lyfjafyrirtæki, þessar valdstjórnir sem hafa tekið þátt í þessu, lækna, sértrúarhópur lækna, þeir virðast átta sig á því að þeir hafa framið glæpi gegn mannkyni, og það er ástæðan fyrir allir þessari panik. Og þessi FDA eða CDC eða hvað öll þessi embætti heita, það skiptir í raun engu máli hvað embættin heita eða hvaða lög hafa verið sett í landinu. Það skiptir meira sér ekki máli hvað segir í stjórnarskrá, af því að þetta er það sem kallast Nürnberg Code, og glæpir gegn mannkyni eru höndlaðir á allt annan hátt. Og eins og gerðist þarna í Þýskalandi, þá eru náttúrulega mikið að læknum þarna sem að
sögðu bara betur, ég var bara að vinna mína vinnu, ég bara fylgdi skipinu sem ég fekk. Og dómstóllinn sagði, neða, það skiptir einhver máli, þú berð ábyrgð ef að þú sprautar eitthvað með bóluefni og þú hefur ekki sjálfur tryggt að það sé allt saman pottþétt, þá ert þú ábyrgur. Það er bara þannig. Og náttúrulega síðan getum við farið inn í hérna tengslin við peningaslóðina. Það er gríðarlegi peningar í þessum bóluefnum, sérstaklega að því að bóluefna fyrirtækin fyrir einhverjum 10, 15, 20, 30 árum eða hvenær þeir gerðu það, þá sögðu þau, við hættum framleiðslu á bóluefnum nema við séum algjörlega undanskilin allri ábyrgð á tjóni bóluefna. Það er náttúrulega bara svo mikil heimska að það hálfa væri nóg. Og slík lög standast ekki Núremberg réttarhald. Slíkum lögum er bara hent út gluggan þegar þessi mál fara fyrir Núremberg. Og við sjáum að Ísland virðist vera á kafi í einhverju svona vesinni, eins og við sjáum þetta DNA fyrirtæki í Vatnsmýrinni. Þar er verið að safna DNA sínum úr Íslendingum og ég veit ekki hvort að þið viti það, en bandarísk fyrirtæki sem eru náttúrulega þessum stýra þessu DNA drasli hérna, að þau hafa reynt að fá einkaleyfi á DNA í einstaklinga. Þeir hafa semst, ef þú hefur gefið sýni inn í íslenska erfðagreiningu, þá er verið að reyna að sækja einkaleyfi á þínu DNA-i. Og reyndar einn dómstóll í Bandaríkjunum hendi þessu út, sagði bara nei, þetta gerum við ekki, en það er farið aftur og aftur þangað til að eitthvað fyrirtæki hefur einkaleyfi á DNA-inu þínu. Þannig að við sjáum að þetta er allt saman þetta er bara komið út í rugl. Þetta fólk er gjörsamlega sturlað og þarf að höndla eins og fólk sem er fast í okkulti eða svona sértrúarhópum. Það þarf að höndla þetta fólk á sama hátt. Og ég lýsi því aftur yfir hér og nú að þeir sem er að vinna í þessu í og að þessum glæpum gegn mannkyni, þeir hafa náttúrulega tök á því núna að koma fram og segja það sem þeir vita, að halda leyndarhulu yfir því sem er í gangi, og það sem að þið vitið, fólk sem ég er að tala um, það mun ekki hjálpa ykkur. Þessi spilaborg er að hrynja. Það er ekkert þessi svikamilla kemst ekkert lengur frá réttarfarinu eða réttlætinu. Af því að réttarfar og réttlæti, það er svolítið tvennt ólíkt sko, og þegar menn fara með réttarfarið alveg út í skurð, þá kemur svona réttlæti eins og Núremberg, það sem að svona mannkyn eiginlega grípur inn í sturlun valdstjórn og í þessu tilfelli sértrúarsöfnuða lækna og hjúkrunarfólks eða hverju sem eru að þessu. Þannig að þetta eru mínar pælingar og svona skoðanir á sögulegum staðreyndum, og ef að þið trúið því að valdstjórnin sé englar sem er að stapla sér upp hérna vélbyssum og drasli til þess að, ég veit ekki hvað, verjast grílu og leppalúða eða eitthvað, og þið sem að trúðu því ekki að það er svikamilla í peningakerfinu sem er að gera alla Íslendinga eignalausa, menn trúðu því nú ekki þegar ég byrjaði í hagsmunasamtökum heimilanna og var að tala um það. Þá voru mennar svona, já, ég þurfum nú að leita réttlætis og tala við þingmenn og þurfum að gera þetta og þetta. Ég segi að það kemur aldrei neitt út úr því. Það þarf að beita aðgerðum, greiðsluverkfalli eða eitthvað slíkt. Og þessar hugmyndir valdstjórna og lækna sértrúarsafnaða,
að þvinga fólk til bólusetninga glæpur gegn mannkyni. Það ekkert flóknara en það. Þannig að rannsakiði allt efni fyrir ykkur sjálf, ekkert endilega trúa neinu sem ég segi. Ég hér bara að benda á það sem ég sé. Ég ekki að tjá skoðanir mínar og benda ykkur á leiðir til þess að rannsaka þetta betur og setja saman punkta. Og ég að kalla til þeirra sem vita meira en ég, að þeir vakni til lífsins. Og ég bendi ykkur frekar á að hlusta á læknisfræðilega þá á Andrew Wakefield og hann Blaylock, Russell Blaylock. Hann fer mjög vel yfir þetta Þetta nýlegt myndband með honum. Og hann byrjaði sína rannsóknir, Blaylock. Hann var mjög árangus, hann var taugaskurðlæknir, aldrei lent í neinu vandræðum eða neitt svoleiðis. Og báðir foreldrar hans dóu úr, eða lentu í Alzheimer eða lentu í svona taugasjúkdómi. Og það kveikti í Russell Blaylock, Dr. Russell Blaylock, medical doctor, að fara út í þessar rannsóknir sem hann hefur farið út í. Og þær eru alveg einstakar og hann hefur þennan hæfileika að útskýra fyrir svona kjánum eins og mér einfaldar hluti, eða hann svona einfaldar hlutina. Og með því að horfa á þessi 2 vídeó sem ég mun linka á hérna fyrir neðan, ég skal setja þessa 2 linka efst, að þá muniðið absolutt læra heil mikið. En við látum þetta dug í dag og ég vil benda þeim á sem að pæla eitthvað í minni persónu. Þessi umræða snýst ekkert persónu mína. Og ég persónulega ekkert endilega á móti bólusetningum eða eru framkvæmdar af einhverju skynsemi. Ég á móti þessu rugli sem í gangi. Þetta algjörlega orðið sturlað. Þetta alveg eins og ég hef ekkert á móti uppskurðum og við uppskurði eru notaði hnífar. Ég hef átt viðskipti við nokkra lækna á æfinni og mjög góða. Ég hef verið heppinn með lækna nema þegar ég fór á Landspítalann þá það svona annar mál, en ég hef verið mjög heppinn með lækna svo tannlækna og meiri sér þegar ég fór á Landspítalann þá var hjúkrunarfólkið þar alveg einstakt, þakka því. Þannig að þetta snýst ekkert persónur og leikendur. Þetta snýst ekkert það. Og það mjög mikil heimska að foreldrar sem að segja wow, það bara fullt af spurningum ósvarað og það eru bara hundruðir ef ekki þúsundur foreldra hlaupandi í fjölmiðla og segja þetta stór hættulegt. Og svari við því ekki bara þeir eru bara á móti bólusetningu, þeir eru bara vöndu börnur, það bara svift ykkur börnunum ykkar og ég veit ekki hvað, bara góðan daginn sko. Ef þið sjáu ekki gegnum þetta þá veit ég ekki hvað maður á að gera sko. En ég ætla að setja líka link á þetta viðtal við þessa konu sem heitir Melissa Harris og hún eina af þessum New World Order predikurum og hún einfaldlega að segja fólk þarf að komast yfir þennan misskilning að þau eigi börnin sín. Fólk verður að átta sig á því að börnin tilheyra samfélaginu, að börnin tilheyra valdstjórninni. Það sem hún að segja. Og það villa margra þeirra sem eru í þessum viðræðum, eða eru á þessum umræðum
og ég er ekkert á móti því að fólk tjái skoðanir sínar sko, og ég tjái mínar skoðanir, það er alltaf leið með það, ég er ekkert að segja að fólk með ekki segja þetta, ég er bara að segja hvað mér finnst hvað þau eru að segja að ég er ekki sammála þessu. Ég á fullan eignarrétt yfir mér og hann er mér veittur frá náttúrunnar hendi og ég á fullan eignarrétt yfir börnunum mínum og börnin sem er náttúrulega umræðaðili ég það er frá náttúrunnar hendi líka, náttúran skapar börnin þannig að þau þurfa á aðstoð foreldra eitthvað framan af, en ég kem fram við börnin mín eins og þau hafi eignarétt yfir sér og sínu lífi. Mitt hlutverk er að passa þau og gæta hagsmuna þeirra þar til að þau hafa fullan skilning á því sjálft hverjir hagsmuni þeirra eru, en ég virði eignarétt þeirra á sjálfum sér og ég líti á börnin mín sem já, þau eru stödd hjá okkur hjónunum og við vitum að núna er mikil umræða á Íslandi líka svona heimilisofbeldi og fleira slíkt sko, flestir sem eru í einhverjum sambúðum eða inn á einhverjum heimilum með mögum eða kæru eru í slíku samhengi, flestir hafa valið sér það samhengi. Ég hef ekki heyrt neina sambúð á Íslandi, hvort sem það er hjónaband eða annars konar sambúð þar sem að annar aðilinn er í nauðungarvist. Ég hef ekki heyrt það, ef að ég hef rangt fyrir mér endalega látið mig á að vita. Þannig að flestir eru í þessum kringustæðum af eigin vali og réttindi þessa fólks fá gríðarlega mikið, sérstaklega hjá kvenkyninu, fá gríðarlega mikla athygli í fjölmiðlum, en það er enginn sem átt að segja á því að börnin eru ekki að eigin vali eða frumkvæði hjá foreldrum sínum. Þannig að allavega ég líti á það þannig að ég þarf að bera sérstaka virðingu fyrir börnum mínum, af því að þau eru ekki þau völduðu mig ekki úr símaskráni á getnaðardeildinni og ákvaða að koma hingað. Þannig að það þarf að skýrgreina þessa hluti alla af einhverju viti. Það vilja valdstjórnir ekki gera. Það er alveg einkenni á því sem að gerðist í Þýskalandi, að þetta er allt saman mistúlkað. Grunnurinn að svona hlutum er svo helfur, glæpum gegn mannkyni, þjóðarmorðum, eugenics, það byrjar allt á því að svipta fólk eignarétti á sjálfum sér. Þetta útskýri ég nákvæmlega í öðrum vídeóum hér, eins og vídeóum mínum stjórnarskrána og fleira slíkt. Þannig að ég mæli með að þið horfið á það. Takk fyrir komuna á Frelsi TV og endilega hafið samband eða eru ósammála mér og þið getið kommentað náttúrulega undir vídeóið og þið getið sendt mér hljóð eða vídeó eða þið getið komið hér í viðtöl ef að þið komist í gegnum Skype eða ef við fáum þess að virka tæknilega. Þannig að ég býð öllum að koma á sama plattform og ég er að tala frá og þakka ykkur kærlega fyrir komuna, verið sæl.